Herðu, það komin 50. og við erum sest við rauðaborðið enn á ný og ætlum að vera með alls konar efni í kvöld. Hérna, í lok þáttarins kemur hann Hjálmtýr Heiðdal. Hann einn af þeim í íslensku samfélagi sem mikinn áhuga á Geirfinnsmálinu, sem ráðgáta og svona kaun í íslensku samfélagi. Ég ætla að ræða við hann í svona kjölfara því að við ræddum við Sofíu Sigurðardóttur hérna daginn og sem hefur það vitalegu svona ferðast internetið. Síðan kemur hingað Örn Sigfússon, hann útigangsmaður, hann hefur hvergi átt heima í 25 ár og ég ætla að spyrja hann hvernig það að eiga hvergi heima og hvernig maður lifir við það og svolítið kannski svona baráttu hans við það að fá að eiga eitthvað starf heima. Heyrum að því. Síðan hérna á eftir kemur Steinunn Rögnvaldsdóttir. Við ætlum að ræða svolítið hérna það sem heita bakslag í kvenfrelsisbaráttunni bæði í Bandaríkjunum en núna kannski með vaxandi þunga í Evrópu. Það bakslag í Ungverjalandi, það frumvörp og fyrirætlanir bæði í Frakklandi og Ítalíu að skerða rétt kvenna til þungunarrofs. Þetta ræðum við allt hérna á eftir en núna það fréttir dagsins. Karl Hlíðinn. Já, í dag sagði ríkislögreglustjórinn Sigríður Björk Guðjónsdóttir sig frá rannsókn hryðjuverkamálsins, þetta atvik sem kom upp í síðustu viku, vegna þess að faðir hennar kom upp í skýrslutökum á þeim grunnuðu og það hann Guðjón Valdimarsson en hann hefur haldið úti síðunni vopnasalinn.is. Hann stórfelldur innflytjandi af vopnum. Já, og hann hefur komið upp í þessu máli. Og hvað þá, hann með tengsl við hryðjuverkahópinn? Nei, við segjum það nú ekki. Við vitum það ekki, en nafnið hans kom upp og það kannski ekki litla líkur á því á blaðamannafundinum sem lögreglan hélt í dag sýndu nokkur af þessum vopnum, við kannski sýnum riffilinn þetta hættuleg vopn og við sjáum að þetta hylki sem fer í byssuna þetta með pláss fyrir heldur mikið af skotfærum þannig að þetta hættuleg vopn sem minna svolítið á það sem að gera stundum í þessum skólaskotárásum í Bandaríkjunum og eins og nýlega í Rússlandi og þessar skambissur vist þannig hannaðar að þær geta skotið hraðar, þær svona sjálfvirkar þannig að þær tæma hylkin alveg á örskömmum tíma. Þetta góð vopn til fjöldamorða. Já, og við fáum myndina af þessum þrívíddarprentara sem þeir hafa verið að nota að lögreglan sagði að þau væri kannski að nota þessa þrívíddarprentara mest í að búa til alls konar íhluti inn í vopninu og annað til þess að gera hættulegri. En í 17 húsleitum lögreglunar í tengslu við málið fundust tugir skotvopna, fæst þeirra voru þrívíddarprentuð en eitthvað greinilega verið að bæta á byssunar og annað. En við bara sjáum hvað setur, við veitum ekki meira. Ég kíkti inn á vopnasalinn.is á pappa lögreglustjórans, það voru alls konar vopn í sölu og svo stóðu línan hérna geta útvegað vopn erlendis frá. Þannig að það getur sett honum bara óskalista og hann maður vissi ekki að þetta væri löglegt og svo stók ég eftir að þú reynir að hafa íta á flipan á síðunni, hafa samband þá liggur það niðri og lögreglan sagði það. En svo í dag voru samtök iðnaðar eins og samtök atvinnulífsins með fund í morgun og héldu hann nokkuð hátíðlega. Samtök iðnaðarins það mikið svona bravur á þessum fundum. Það mikið vanda til verka. Greinilega, sko. Samtök iðnaðarins kynntu kröfugerð sína voru með kröfugerð til stjórnvalda. Mjög svona nýfrjálsíkilegt dæmi bara. Eigendur fyrirtækja vilja borga minna til ríkisins, fá meira út úr því, draga ár eftirliti með starfsemi sinni. Vilja ríkisvaldið þau vilja fá styrki vilja minna eftirlit og svo sagði Halldór Benjamin í dag og fundi samtaka atvinnulífsins að verkalýðshreyfingin mætti alls ekki leggja fram kröfugerð. Nú var ekki hann. Það var Eyjólfur Árni Rafnsson sem formaður samtaka atvinnulífsins. Það var nefnilega þegar samtök iðnaðarins sem hlutasamtökum atvinnulífsins hafði komið fram með allar þessar kröfur sínar morguninn. Þá í eftirmiddaginn þá kom Eyjólfur Árni fram og ég má lesa með leyfi forseta. Þá segir hann, kröfugerðir stéttarfélaganna hafa verið að koma fram og mikilla launahækkana það farið fram á breytingar á heilbrigðiskerfi þjóðarinnar, milli færslum ríkis og sveitarfélaga og fjármálastefnu ríkisins og dæmisuð tekin. Þetta líkist meira því að forystumenn stéttarfélagana vilji taka fram fyrir hendurnar á stjórnvöldum sem kjósendur velja í þing og sveitarstjórnarkosningum en að gera kjarasamninga.
En til þess hefur þetta fólk takmarkað umboð, hvort sem í skjóli vinnulöggjafarinnar eða frá félagsmönnum sínum sem taka sjálfur þátt í kosningum til þings og sveitarstjórna. Akkur með að samtök iðnaðarins vera með kröfur til stjórnvalda en ekki verkefnisfengi. Ég verðum að spyrja Eyjólf kannski, kemur að henda við rauðaborðið ykkur tímann og við spyrjum að þessu. Þetta svolítið tvískinningu finnst mér. Já, ég meina það var allan eins svör við þessu. Og svo líka eitt þegar samtök iðnaðarins koma fram með þessu kröfur. Þegar að verkalýðshreyfingin kemur fram með kröfur, þá stekkur viðskiptaráð og fleiri til og reiknar hvað það kostar. En það ekki reiknað hvað allar þessar kröfur sem að samtök iðnaðarins komu fram með í morgun, hvað það muni kosta almenning. Nei, einmitt. Það minnir mér svolítið á það sem að Liz Truss að gera í Englandi, að allir þessi skattaafsláttar og það ekkert pælt í því og þá það bara að taka risastór lán og bara allt á kúpunni, sko. En mér fannst svolítið fyndið á þessum fundi að því hann var svo hátíðlegur einmitt að mér langaði að sýna ykkur aðeins hvernig fólk var kynnt inn á fundin. Já, samtök atvinnulífsins. Já. Já, skellum okkur þangað. Komin á svið Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. Forsætisráðherra, takk fyrir að vera með okkur hérna í dag. Góðir gestir og þið sem heima sitjið. Ársfundur atvinnulífsins hefur fest sig í sessi sem mikilvægur vettvangur atvinnulífs og stjórnmála. Bjóðum velkomna á svið Katrín Jakobsdóttur, forsætisráðherra Íslands. Hefur ekki bara að hafa þetta lag áfram. Kæru gestir, ég verð nú að biðja á þegar að fá ávarpan Hannes. Ég nú ekki vissum að þessi samtök lifi af án þín. Hver á núna að koma því að endurskoða lífeyriskerfið? Ég veit að kjaratölfræðinefnd búin að kalla til krísufundar. Já, þetta myndi mér svolítið á hvernig þeir eru farnir að kynna í Bandaríkjunum svona frambjóðendur republikana, sko. Það voru flugeldar og rocktónlist sem kemur inn og þau kynna þetta inn eins og þetta horfa á glímukeppni. Þetta var rosalegt þarna sem Katrín var að segja. Því að Hannes G. Sigurðsson er að hætta eftir 27 ára starf og hún segir, já, hver á að endurskoða lífeyriskerfið fyrir okkur? Og hún er að vísa til starfsmanns Samtaka atvinnulífsins. Þannig að nú þegar hann er farin í frí að þá er bara enginn af því að endurskoða lífeyriskerfið í landsmanna. Þannig að það er eins og Samtök atvinnulífsins hafi verið að endurskoða hér öll grunnkerfi samfélagsins hingað til. Þetta er náttúrulega dæmi það hvernig stjórnmálafólk og fyrirtæki og fjármagnseigendur eru bara í sama herberginu og sama klúbbnum. Maður hélt að Katrín Jakobsdóttir væri félagshygginn. En hins vegar er ekki hægt að horfa á þessa kynningu án þess að bara flissa yfir. Ég gat það ekki allavega. En í öðrum fréttum þá var ný könnun Maskínu að sýna að ríkisstjórnin myndi falla ef það yrði kosið í dag. Við erum með getur sýnt ykkur könnun Ísland. Þannig. Sérðu, þarna er Framsóknarflokkurinn, þannig skrýtir, við fengum þetta graf úr kjarnanum, takk fyrir kjarnin. Þannig skrýtir hvernig raða flokkunum, að Píratarnir og efs og kemur Sjálfstæðisflokkurinn sem er bara rétt yfir 20%. Þannig hann er búinn að tapa miklu, þannig er Framsóknarflokkurinn bara í 15 og Samfylkingin bara skammt frá. Vinstri grænir, ljósgrænir eru í 8,7. Ef maður þýðir þetta yfir í þingmenn, þá er hver þessara stjórnarflokka að tapa 3 þingmönnum, það eru 9 þingmenn farnir frá ríkisstjórnarflokkunum og þeir komnir inn fyrir í minnihluta. Þeir sem er að vinna á í þingmönnutalið mest frá kosningum eru Samfylkingin sem að bæti við þessu 4 og svo Sjálfstæðisflokkurinn sem bæti við þessu 4. Það er hálfgert svindl, af því þeir hefðu náttúrulega þetta að hafa 2 eða 3 með að við hlutfall, en þeir voru undir þröskuldunum, þannig að þeir fenguðu ekki. Svo hafa Pírata bætt við þessu 2 og Viðreisn 1 til 2. Málið er nefnilega að það er að vera hlutkesti ef maður tekur þessar prósedur á milli Sjálfstæðisflokksins og Viðreisnar, hvort að Sjálfstæðisflokkur verður að tapa 4. manninum og Viðreisn þá að ná öðrum manninum eða hvort það væri ekki. Miðflokkurinn er þarna fyrir ofan 5%, það er langt síðan hann hefur verið það í konunum. Flokkur fólksins er þarna við 5% og hefur tapað helmingnum af sínum þingmannafjölda. En þetta er ekki merkilegasta konunin í dag. Nei, það var okkur. Það var í Bretlandi, ef við skoðum það. Þarna sérðu, rauða er verkamannaflokkurinn með 54% atkvæða. Wow. Og íhaldsflokkurinn með 21. Þetta eru viðbröðin við þessu sem þú varst að lýsa áðan, það sem að eiginlega ríkisstjórn Liz Truss setti bara kveikt í Bretlandi.
Og hún bara horfin, hún Liz Truss, það ekki hægt að ná í hana. Jó, hún kom í BBC í morgun. Já, ok. Já, hún ætlar ekki að breyta neinu, henni finnst hún vera á réttri leið. En ég ætla að sýna þarna, það annað graf sem að sýni breytinguna. Það könnun UK 2. Nei, hún ekki. Jæja, við lifum við það að þetta inn svona kannanir. Kannski það að finna það. Kannski tölum þá líka að það er svo sjaldan að ég hef áhuga á skoðanakönnunum. Sérðu breytingur þarna, það er ekki oft sem þú sérð svona sko. Nei, þetta er meira en jarðskjálfti, þetta er eitthvað bara það er það var eiginlega gaman að bara vera í Bretlandi að skynja svona, þeir eru svona mikil breyting í svona pólitískri svona vitund og afstöðu að þú eiginlega finnur þetta út á götu sko, þetta er svo mikið sko. Það breytist þárgræðferðar. Já, en það er mitt búið að vera mjög erfitt fjárhagslega og efnahagsaðstæðunar hrikalegar og svo kemur Liz Truss inn og gerir þetta. Það mótmæla allt, það eru undirbúningur verkfalla, bæði opinberra starfsmanna og almennu markaði. Fólk að gera sig grein fyrir því að þetta er ekki í þeirra hag, þessar aðgerir Truss. Nei, allavega, hún er ekki að búa til sátt í samfélaginu. Nei. Þetta með meiri hlutum. Það er 3 daga ársþing sambands íslenskra sveitarfélaga núna á Akureyri. Þau hafa verið að tala að rekstur sveitarfélagana hafa aldrei verið eins slæmur, það er halli alls staðar. Þau eru að leita leiða til þess að auka tekjustofna sveitarfélagana. Og tapað á samningu ríkið. Gríðarlega, því að eins og við talaðum að fullt af verkefnum ríkisins voru farið yfir á sveitarfélag og það fylgir þessu aldrei engin peningur. Sanna Magdalena talaði fyrir því á þinginu að það ætti að leggja útsvara fjármagnstekjur og hún fekk góðar undirtektir allavega, það var klappa fyrir henni. Það er komið ljós hvort að það verði í endalegri ályktun. Já, annars er verið að tala Sanna hefur líka lagt til gamla skatt sem að eiginlega engin annar hefur minnst á, sem er aðstöðugjald fyrirtækja, sem er eins konar og kalla veltu útsvar í gamla daga, en hétt aðstöðugjald. Það var lagt af í ríkisstjórn Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokksins 91-95. Þá var hugmyndin svo að fyrirtæki borguð útsvar eins og einstaklingar. Ég held að mætti fara að skoða það líka. Já. Eitthvað verða sveitarfélögum að sækja tekjur. Verða að fá einn tekjur til að geta sett þjónustunni. Þá setja þau lóðirnar á uppboð og það enda með því að skattaafslátturinn sem að fór til fyrirtækjana, að það eru íbúða kaupendur sem að þurfa að borga það með því að húsnæðið verður miklu dýrara eða íbúða leigjendur, vegna þess að leigan verður miklu dýrari og fólk að borga þetta ævin og enda. Áður en að meðan að aðstöðugjaldi var, það var ekki alveg beintekking þar á milli og fjármagnstekjur voru gerðar upp eins og launatekjur og borguð þar landi útsvar, eða stærstu hluti þeirra, að þá var lóðum úthlutað sem almanna gæðum. Þá var ekki litið á það að borgarlandið, að þú getur tekið það og boðið það upp og þannig að hæstbjóðundur, þeir sem ættu mesta peningin, getur keypt borgarlandið, almanna gæði. Það var úthlutað og þú fórst bara í biðröð og fólk fekk útborgað og fekk úthlutað lóðir og byggði sjálft raðhús og svo jáfnvel heilu blokkirnar, verkalýðsfélögin byggðu heilu blokkirnar. En ég ætla ekki að detta út í langa sakfræðina. Það er nóg til, eins og ASÍ sagði, það er bara að sækja peningana, það er nóg til. En svo það kosningar í Brasilíu núna helgina og við vonum segjum betur frá því eftir helgi, en ef við sjáum aðeins kannanum. Og svo hann Luciano Dutra, hann ætlar að koma inn, hann var daginn að segja okkur frá kosningunum. En eins og við sjáum þarna, þá er núna Lula með alveg yfir 10 stiga forskot á Bolsonaro. Já, spennan er 50% því að þetta er fyrir umferðin. Ef að Lula fer yfir 50% þá er hann kjörið forseti. Annars verður önnur umferð og það er líka gerðar kannanir á því. Það er annað kort sem heitir Brasilia 2. Og þarna væri það, hann myndi sem sagt fá 57% og Bolsonaro 43%. Þannig að ef hann nær þessu ekki núna, þá ætti hann að þessu næst. En Luciano er hérna hjá okkur. Blessaður. Hæ. Ég heyri ekki í honum. Það er slökkt á mikrofónunum. Gott kvöld. Hæ. Gott kvöld. Hvað segirðu? Hvernig líst þér á kosningarnar? Þetta er að fara að gerast á sunnudaginn sýnist mér, miðað við nýjustu könnum. Nú er verið að birta
bara margar kannanir á dag og á eftir helst fréttatími hjá Globo sjónvarpi allir að bíða eftir, þetta datafolja sem mun birta sína tölur og væntanlega yfir 50% múrin hjá Lula og þá þetta bara máli dautt. Og hann mun kannski væntanlega fá svona kringum 55% á sunnudegi. Þessu síðustu kjósendur sem gera sin huga við kjörborði. Já, þú hefur sagt að vegna þess að hann með svo afgerandi forystu að þá megi búast við að svona sveiflan síðustu dagana verði til hans. Þannig að miða við kannanir í dag að þá eiginlega bara líklegra en ekki að hann vinni þetta á sunnudaginn. Jú, þetta líklega en ekki, eins og þú segir. Það að næstum því allar kannanir einróma að það uppsveifla hjá honum og Bolsonaro stendur í stað og hinir líka, hinir 2 eða 3 frambjóðum sem með einhverju stuðningu þarna og þeir að blæða út þessi sem aftast. Þannig að þetta, eins og ég sagði síðast, þetta mun bæta svona 2-3% viðbót á sunnudaginn. Hverju mun það breyta fyrir fólki í Brasilíu að Lula sé forseti en ekki Bolsonaro? Við fáum að vera von eitthvað skárri tíma framundan sem við höfum mist fyrir 4 árum, bara alveg ljóst, allavega meiri hluta þjóðarinnar og við fáum forseta sem kann til verka, hann hefur setið þarna áður og hefur gert ýmislegt á tiltölulega stuttum tímabili og það maður sem með hjarta á réttum stað líka. Það skiptir gríðarlega miklu máli eftir COVID-faraldrinum og þessi óstjórn sem nú situr og á síðustu dögum sínum vonandi. Það verður svona litauður í framtíð. Segi ég vegna þess að ég held, Luciano, að þú sért með fallegasta bakgrunn sem að nokkur hefur komið með í þennan þátt. Þetta ekki William Morris. Herðu, við heyrumst á mánudaginn þegar úrslitið liggja fyrir. Já, bara mín verður ánægja. Ok, frábært. Takk fyrir. Takk. Hérna eftir augnablik ætlum við að tala eiginlega verri mál. Það sótt að kvenréttindum ekki bara í Bandaríkjunum, heldur víða í Evrópu. Hún kemur hún Steinunn Rögnvaldsdóttir og ræðum það eftir augnablik. Það eru leiðindafréttir í Evrópu. Myndin sem var rétt áðan á mótmælum í Ungverjalandi. Þar eru konur út á götu að mótmæla því að það búið að setja það í lög að ef að fólk eða konur vilja fara í þungunarrof að þá verða þær að fara og hlusta á hjartslátt barnsins áður eða fá heimild til þess að gera það. Þetta bara, hverjum datt þetta í hug? Ég veit ekki hvort að þú getur svarað því, Steinunn Rögnvaldsdóttir. Hvað á svona fyrir til það? Já, það var örugglega einhver kallmanni sem datt þetta í hug. Bara, sorry, en það svolítið að sýna sig að í þessum ríkjum og við getum talað með Evrópu, við getum talað Bandaríkin, þar eru rauninni kallmenn sem að komast í valdastöður fyrst og fremst sem að vilja takmarka réttindi og frelsi kvenna yfir líkamann sínum og til þess að taka sjálfar ákvarðanir hann. Þannig að þetta svo lýsir að sé að gerist í Ungverjalandi að þekkjum við náttúrulega líka frá Bandaríkjunum og hugmyndin kannski komið þaðan eða frá öðrum stöðum sem að nota svipaðar aðferðir og miða allar að því að í rauninni gera konum og hvarum erfitt fyrir að fara í þungunarrof og má í rauninni líka bara við einhvers konar, pyntingar í rauninni. Það verður að banna það bara í mörgu fylki Bandaríkjana. Já, algjörlega. Í Bandaríkjunum hægt að sjá þeir eru með þetta svona skoðanakannir pro-choice og allt þetta. Já. Og þar er eins og það sé deilumál í samfélaginu. Í Ungverjalandi eru kannanir sem sýna það bara eiginlega allir Ungverjar eru fylgjandi bara óbreyttu lögum. Þá grípur Orbán og félagar til þess að vera með eitthvað svona sem ekki verið að þrengja, þú mátt fara í þungunarrof
en búa til eitthvað svona svipugöng og niðurlæginga tíma undan. Já, og reyna þá í rauninni að svona draga úr því að reyna að fæla fólk frá því að leita sér þessarar læknisþjónustu og það í rauninni ber alltaf sama brunni að það verið að reyna að koma í veg fyrir að fólk noti þessa heilbrigðisþjónustu með öllum tiltækum ráðum og það er bara svona alvarlegar og gróteskar aðferðir sem eru notaðar til þess og eins og þú segir við sjáum það að í Bandaríkjunum þá eru kannski má segja kannski svona helmingur ríkja séu að banna þungunarof að eiginlega fullu eða nánast fullu. Mörg búin að því, fleiri á leiðinni, bara núna í september voru 2 ríki sem voru að taka mjög ströng lög og eiginlega algjörbönn hvert þungunarofi upp, hvort það var ég man ekki nákvæmlega hvað það var eða þetta voru 2 ríki og svo það sem gerst í Bandaríkjunum líka þannig að það eru fleiri frjósemisréttindi sem eru núna komin í skollinu og það var það sem að feministar svo sem sögðu allan tíman að þeir bara fyrst taka þeir og svo koma þeir á eftir og fara eftir getnaðarvörnunum og aðgengja tæknifrjóvgunum og þetta alltaf að koma svona ljós í svona mikrofréttum að konur eigi erfiðleikum eða leysa út lyf sem að eru við einhverjum til dæmis sjálfsofnæmis sjúkdómum eða vegna þess að það er krabbameinsmeðferð vegna þess að lyfin geta verið notuð á annan hátt til þess að valda þungunarofi og eins að það er að líka byrja að spyrjast út svona fregnir að því að fólk sem að fara í tæknifrjóvgun, það gæti mögulega, það í rauninni stressaður að gera það vegna þess að sum ríki að túlka það sem svo að þungunarof sé þegar að það er að lífi í rauninni hefist við þessa frjóvgun og þá getnaðarvarnir eða það að þegar það er búið að frjóvga í tæknifrjóvgun og svo verður það í rauninni svo fer ekki lengra að það sé þá mögulega brot á þeim lögum. Þannig að það eru fleiri skref sem eru framundan í Bandaríkjunum og ógnvænlegri. Já, mjög. Þau eru bara að verða eitthvað svona klerkaveldi. Þú sagði karlar. Það er nú nefnir 2 konur. Giorgia Meloni. Í kosningabaráttunni þá var hún að tala frjósemi ítalskra kvenna og talar það og það er bara svona hundaflaut að það verið þrengt að réttinum til þungurhús. Í Frakklandi ertu með Marine Le Pen sem að leggja fram á þingi eða flokkurinn hennar að 2024 verði ár frjósemi kvenna og það er það sama. Þannig að við getum hort sem Evrópubúar svolítið á forundra til Bandaríkjanna, hvað þarf að ganga á í stjórnmálum til þess að verði svona en svo finnst manni núna bara svona undanförnum mánuðum að þá er þetta mál að koma sem að Evrópubúar hefðu kannski talið að hefðu verið að vera afgreitt mál fyrir löngu síðan. Nú er allt í einu þetta að koma inn í hérna almennu stjórnmálum. Já, hérna almennu stjórnmálaumræðu nákvæmlega, en við skulum líka hafa það í huga að á Ítalíu hefur mjög lengi verið mjög erfitt að komast í þungunar og þótt að það sé löglegt, þá er náttúrulega nálægðin við Vatíkanu og þetta er mjög kaþólskt land valdið því að það vofir yfir læknum og heilsu, fólk sem að vinnur við heilbrigðisþjónustu að verða hreinlega bannfært ef það tekur þátt í aðstoða fólk við að fá þungunarof og þess vegna, ef við minnir rétt að þá eru tölunar að það séu svona í 2/3 hlutum landsins í rauninni þar sem að það er ekki með góðu móti hægt að komast í þungunarof þótt að sé í rauninni löglegt en þetta fælir heilbrigðisstarfsfólk frá því að veita þessa þjónustu. Og konur fara á milli héraða til þess að... Já, eða jafnvel úr landi ef að það er styttra að fara yfir nágranna ríki, skilur. Í Frakklandi, það er nú aðskilnaður ríkis og kirkju frá því einhvern tímann 19. öld, þar er samt þetta mál að koma inn á þing. Já, þar er Marine Le Pen náttúrulega, getum við ekki sagt að hún sé þekktur fasisti? Það deiltum það hvort það var að kalla, hvort það fasisti sé sögulegur. Við getum svo sem sett eitthvað label á það, en sko staðurinn
að reyna að fæða fasismann aftur inn í okkar tíma, sko. Ég held að það sé rétt, sko, og hún náttúrulega ekki komin til valda í Frakklandi enn og bara vonum að henni sé haldið frá þessum völdum sem lengst og við sjáum það að Frakkland, sko, þau sem eru þar við völd núna, þau eru að fara í aðra átt, þau í rauninni útvíkuðu réttinn fyrir á þessu ári, þannig að þau víkuðu það að það sé hægt að fara í þungunarof fram á 14. viku án þess að tilgreina ástæðu og þannig er sambærileg lög við Spán og svo greiddu þau aðgengi að þungunarofi sem er framkvæmt með lyfjum. En í svona átökum, þar sem að ysta hægrið er með einhverja kröfur, en síðan er kannski megin þorri stjórnmáluna ekki með það, við getum skoðað útlendingamál, þá höfum við séð það að allt í einu, þá bara svissast þetta allt í einu, þá tekur stór hluti af hefðbundnu stjórnmálunum upp stefnu hinna. Algjörlega. Þetta snýst að hafa áhrif á orðræðina og færa línuna og færa mörkin og þess vegna er svo mikilvægt til dæmis það sem við erum að gera og sjáum gerast á öðrum stöðum eins og Íslandi og Írlandi þar sem er verið að fara í hináttina, þar sem er að opna umræðina þungunarof og fólk sem hefur farið í þungunarof og er að tala það er í rauninni þá að auka skilning á þungunarofi og samkennd með fólki sem fer í þungunarof og þannig í rauninni færa mörkin yfir í hináttina að þessum skilningi og samkennd. Þá rís oft upp mótmæli. Ég man ekki eftir svona umræðu þungunarof í Íslandi eins og í kringum þegar lögum er breytt síðast. Nei, Jú, kannski svona 1971, ég man kannski eftir, þú manst ekki eftir, þegar upp úr 1970. Já, þegar lögunum var breytt núna 2019 og í aðdragandanum, þá var mjög harkaleg umræða stundum á Alþingi. Þá var það, já. En það var bara þess að maður hafði ekki heyrt lengi. Nei. Það á Íslandi þá var þetta óbreytt svo lengi vegna þess að ég held að fólk hafi veigrað sig við að fara inn í þetta aftur þegar þetta var mjög mikið mál þegar að þessu var náði gegn 1975 og Rauðsokkarhreyfingin leiddi þá baráttu á sjálfsögðu og hún gat orðið mjög hatrömm. Þannig að fólk sem hafði beitt sér þar, það var hrætt að ef þau myndu rugga bátnum þá myndi hann fara aftur á bak. Og það er alveg skiljanlegur ótti. Og það var í rauninni margt sem að vann með málinu þegar það kom aftur upp og þegar við bárum gæfu til þess að víkka lögin þarna 2019 og í aðdraganda þess sem að í rauninni gerðist og það andrúmsloft sem var þá til staðar. En síðan eftir það þá höfum við séð grófara bakslag. En það er líka, bara með því að það eru fleiri lönd eins og þú er svolítið búin að lýsa sem að fara á þess að svona renna í þessa átt. Pólland, Ungverjaland og tendisar annar staðar og ég tala nú ekki Ameríku, Þannig að við sjáum meira bakslag og þegar ég og Silja Bára Ómarsdóttir skrifum bók reynslu kvenna af þungunarofi, þá var það líka til þess að vera á undan bakslaginu, til þess að skapa þennan skilning og þessa samkennd með fólki og reyna svona koma því, taka þetta fram og reyna að láta þetta hætt vera tabú og draga þetta fram í dagsljósi sem nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Við erum hluti af Skandinavíu, einhvern veginn. Þar hefur andstaðan verið til að til dæmis kristilegi demókratar í Danmörku hafa verið með svona Noregi líka. Já, Noregi, þar sem að í Danmörku er að rekja til svona kom bakslag í svona frjálslundistíman upp úr bara 68 kynslóðinni og það eimir einhvern veginn það. Svíþjóðademókratar, þeir koma síðan upp og vinna eiginlega eru bara stórsigurvegarar sænsku kosningarnar. Eigum við að óttast það? Jú, auðvitað eigum við í þessum málum, ekki óttast almennt. Ég meina, þessir hægri sinnuðu, borderline farsísku flokkar sem að, populískur og borderline farsískir með útlendingahattur og þetta allt saman, þeir mun alltaf, kvenfrelsi mun alltaf vera þyrnir í þeirra auga og þeir reyna að vinna á móti því í sem flestum, með sem flestum birtingamyndum í rauninni, þannig að jú, það er alveg ástæði til að óttast það, en á móti kemur að það er náttúrulega að í rauninni halda á lofti og svona festa eins vel og hægt í sessi aðgengi að þessari heilbrigðisþjónustu sem víðast
og það náttúrulega verkefni hérna meiri frjálslyndu afla á stjórnmálasviðinu að gera það. Og ættu að gera það. Það besta vörnin að færa víglínuna, ef hinn alltaf að færa víglínuna, þá færa hana bara lengra. Þú ert að segja það? Ég held að það megi segja sem svo, en ekki síst að samfélag tali þetta málefni og það sé ekki tabú og það sé litátt sem heilbrigðisþjónustu og þetta njóti í rauninni slíkrar virðingar og verndar. Það frábært að fá þig hingað Steinunn Rögnvaldsdóttir að tala þetta mikilvæga mál. Núna ætlum við að vinda okkar kvæði kross, eins og sagtir. Ég ætla að ræða við hann Örn Sigfússon sem á hvergi heima og hefur ekki átt neinstar heima í 25 ár. Þannig hingað kominn hann Örn Sigfússon sem hefur búið á götunni í 20 ár. Velkomin, Örn. Herðu, hvernig stendur á því að þú ert búin að búa á götunni í 20 ár? Ég sattur að ég er búin að búa lengur á götunni. Já. Og ég miða við 20 ár vegna að ég var erlendis í 7 ár. Já. Bara til að geta haft þak yfir höfuðið. En það gerist að ég kærði félagsmálastofnun og dómsmálaráðuneytið fyrir misheppnuð uppeldi á krökkum. Já, fyrir löngu síðan. Já, 84. Og ég fór þarna á einu sinni í viku í Siðgæðastofnunina og benti á, ég sagði þeim bara sögu frá fólki sem ég hafði kynnst. Hvernig því að það hefði verið misþyrmt. Já. Á heimilum eða jæsku? Á stöðum þar sem þeir hafi verið settir á Breiðuvík og bóndabæjum hingað og þangað. Já. Og ég var að herja á þessi ráðuneyti í 2 ár og svo og fyrir þetta mér refsað. Það var mikið meira fólki sem hafði verið tekið af foreldrum sínum og sett á staði þar sem því var hreint og beint nauðgað, andlega og líkamlega og því var þrælkað út og ég bara mishandlaði það, fékk ekki að vera börn. Og þetta hljóp mér í skap og fyrir það að hafa bent á þetta þá voru borgaðar skaðabætur 2000 smánarbætur fyrir að hafa eyðilagt líf og þá reyndust þau vera fleiri 1000 manns eða krakkar sem lenti í þessu og eftir að ég var að kæra þetta. Ég var með umsóknir í gangi og sambandi við að fá íbúð. Og þá hefur mér ekki, mér hefur aldrei verið svarað íbúð. Ég hefur aldrei verið ræddur á fundi að fá íbúð. Ég hef verið hundsaður algjörlega og ég hef fengið að búa hjá vinafólki annars verið þvingaður til að búa á Lindagötunni, gistiskýlunum þar. Já. Það sem öll stólið. Þið finnst ekki gott að vera í gistiskýlunu? Það ekki manna bústaður. Þetta ekki, það verið að bjóða fólki, mönnum að það eru 8 stykki sem eru í sama herbergi. 6 stykki í sama herbergi með meters millibili. Þetta ekki mannabústaðir. Þetta svo fólkinu hent út, alveg svona hvernig veður og þvingað til þess að, bara rápa göturnar. Þú hefur verið í þessari aðstöðu oft? Ég hef búin að vera í þessari aðstöðu, já. Og hvernig, sefur þú þá illa á gistiskýlinu? Ég sef með svona 4 tíma á sólvenning. Hvað gerir þú þá eftir að þeir eru hent út og þannig að þú mátt koma inn aftur?
Ég reyni að fara einhvert þar sem ég get komið mér fyrir og það oftast nær bókasafnið þar sem ég finn mér einhverja bók að lesa og já, fæ mér verið samhjálp kannski í hátíðina. Já, og fæ mér einhvern matabita. Hvernig vittu það? Tekið vel á móti þér þar? Það það ekkert að því sem slíku en þetta já, ég myndi frekar vilja elda minn mat sjálfur. Í þinni íbúð? Ég búinn að var á millilandaskipum frá 13 ára aldri sem annar kokkur. Svo ég kann að elda. En má ég spyrja, á hverju lifirðu? Ég lifi á 150.000 krónur á mánuði. Sem þú færð hvar? Frá Tryggingastofnun. Sem eru þá örorkulífeyrir eða? Já. Og svo á ég að fá örorku frá Svíþjóð. En hún hefur ekki borist þetta árið. Það einhver truflun í kerfinu. Þú hefur sótt íbúðir á Reykjavíkurborg í félagsbústöðum? Já. Þú færði ekki svör? Ég fæ ekki svör. Mér hefur verið neitað ég hef kært til umboðsmanns Alþingis og hann gefi hann ábendingar að það hafi ekki rétt til að hegða sér á þennan hátt. En það hefur verið hunsað algjörlega. Og það var ekki fyrir en einn lögfræðingur skrifaði bréf nú nýlega að þá byrjaði hjá ráðuneytinu að hringja í mig og búinn að vera að tala það núna í 2 mánuði að ég fá einhverja hvíldarinnlögn vegna þess að nýrun orðin ónýt eða að eyðileggjast og ég get ekki lifað með ónýt nýru á götunni. Hefurðu farið í svona hvíldarinnlögn? Nei, veit ég hvað Þær eru þá inn á hjúkrunarheimili? Ég veit það ekki. Nei. Þetta bara tal. Þetta bara tal? Þú hefur ekki trúað því að verði neitt úr þessu? Það bara verið að bíða eftir ég drepist. Það svo einfalt. Ég kærði félagsbatteríið til umboðsmanns Alþingis og umboðsmaðurinn biður gögn frá því 2011 til, 2019 og þá fyrsta bréfið í staflunum. Þá það bréf sem ég hef skrifað til Hæstaréttar 1984 í sambandi við kannabis. Og Hæstaréttur hafði sleppt mér eða fríað mig. Og allt í einu félagsbatteríið með þetta bréf og að senda það til umboðsmannsins. Og allt sem sagt í bréfinu að koma fram eða hefur komið fram. Svo að þetta virðist vera ein ástæða fyrir því að ég fá ekki húsnæði. Segjum við, þú áttu fátækur maður, þetta með 150.000 krónur á mánuði sem enginn getur lifað af. Þú átt varla fyrir mat og slíku hvað á húsnæði. Hvaða aðstoð hefur fengið frá Reykjavíkurborg? Fyrir utan gistiskýlið? Enga. Akkurat, jú, þau keyrðu mig í dag í apótek. Getur þú þá hringt
gert og fengið eitthvað til þess að keyra því apótek? Ég gat það eftir svona 10 hringingar hingað og þangað. Ég reyndi mér sér að fá býða það að ég myndi vera keyrður hingað. En það var ekki hægt. En þú þarft að fá eitthvað til þess að keyra því að apóteka því að þú hefur ekki þrek út af nýrónum eða eitthvað. Hvernig lýsir það sér? Hvað getur þú labbað langt svona? Ég get labbað 10 metra og þá er ég orðinn móður. Móður og svo, já, hjartaslátturinn er komin í aðeins og hátt. Og, já. Ég veit ekki hvað að segja. Nei. En hvað ertu núna? Hvar sefur þú núna þessa dagana? Ég fæ að sofa hjá einum vinn í sófanum hjá honum og þegar ég kom þangað, það er svona, ég ætla að sé ekki mánuður, þá svaf ég samfleytt í 4 sólarhringa. Eftir að hafa verið í gistiskýlinu og á rápinu þess á milli, lengi. Þannig þú hefur verið alveg búinn á því. Jú. Og ég er megnunni til bara búinn að vera liggjandi. Ertu mest liggjandi? Já. Þannig þú ert sjúklingur. Eftir að vera að vinna á. Samkvæmt læknunum. Þá hafa þeir skrifað félagsbatteríunum bréf og bent þeim á það. En það hefur ekki verið tekið til þess. Nei. Hvað er langt síðan að þú er átt heimili? Þegar ég var í sambúð þá það var frá 90 til 97. Þá vorum við með heimili. Það er 25 ár síðan. Já. Og var það hér á landi eða var það? Það var megnunum til í Svíþjóð. Og þá var krakkinn á Valdórsskóla og út í Svíþjóð. Já. Og það er barn sem að þú átt? Ég á þátt í uppeldinu. Já. Ég get ekki eignað mér barnið. Nei. Ertu í sambandi við barnið núna í dag? Mína fyrirvændir, nei. Nei. En fjölskylduna? Ertu í sambandi við fjölskylduna? Ég hef sem minnst samband við fólk þegar ég er á götunni. Já. Má ég spyrja af hverju? Er það bara erfitt að vera í þessari stöðu og vera í samskiptum við fólk eða hvað? Það er, já, ég kann ekki við að láta eins og, þú veist, maður ekki bankar upp á, allt í lagi, en þá finnum maður fyrir því að það er eins og fólk er að velta fyrir hvað það getur gert og maður kemur því í vandræðar ástand og ég vil ekki vera að skapa það. Viltu ekki bera þín vandræði á annað fólk, leggja það á annað fólk? En ef að ég myndi spyrja, hvað myndirðu vilja að líklega Reykjavíkurborg sem á að sjá íbúana og sérstaklega þá sem eru standa veikast. Hvað vantar þig? Mig vantar bara bústað þar sem ég get sinnt mínum áhuga málum. Og í staðinn fyrir að geta ekki, já ég get ekkert gert. Ég er búinn að eiga, svona lítil handverkfæri, útskurðar og alls konar. Þessu hefur öllu verið stólið. Og ég er ekki með aðstöðu til að gera neitt af því sem ég langar til að gera. Og þú áttur raunverulega ekkert annað en það sem þú getur haldið á? Já. Það er svo einfalt. Þannig að fá að búa einhvers staðar, það er eiginlega eina krafan
sem þú gerir? Fá að búa bara í eigin bústað og búa við samsvarandi kjör og bara eðlilegt fólk. Ég hef ekki verið dæmdur óeðlilegur eða, ég hef ekki fengið stimpla geðveikis eða neitt í þeim dúr. En ég hef fengið það að ég er ekki rétti maðurinn til að búa í íbúðarhúsnæði. Og er ykkur rök fyrir því? Af hverju? Nei, ég hef enga útskýringar. Þú ert bara alltaf aftastur í röðinni? Já, og þótt að umboðsmaðurinn hafi sagt þeim að sjá mér fyrir húsnæði og eða öllum þeim að þeir væri skyldu til þess að úti á húsnæði, þá brjóta þau lög hiklaust. Og ennþá hef ég ekki fengið. Og þetta er ekki það sem ég er núna. Það er, ég fæ að gista í járngám sem er ekki íbúðarstaður. Þetta er ekki bústaður. Þetta er bara, þetta getur enga við verið jákvæmt fyrir líkama og sál að búa í járnhaug. Þetta er betra en gistiskýlið? Þetta er betra en gistiskýlið. Og það getur maður þó í það minnst að fengja sér þann mat sem maður vill borða sjálfur. En ef maður kaupir matnir og skýli, þá er honum stolið. Og starfsfólkið það neitar að leyfa því að vera inn í frystir eða kælir hjá sér þannig að það fá að vera í friði. Það skiptir ekki máli. Afskipta sem lesið er svo mikið. Það skiptir starfsfólkinu engu máli hvort það sé stólið frá hinum eða þessum sem þannig er. Það er sí og æverið að stela símum, tölvum og þeir hafa myndavélar og þeir sjá hvað er að ske. En samt koma þeir ekki út og stoppa athöfnina. Heldur leyfa henni að halda áfram. Svo maður að fara og að kæra þetta til lögreglu. Og þeir sem starfa þarna geta þá farið í gegnum myndböndin og svo þannig þjóður. Og þá er búið að selja hlutin. Eða borða matinn. Já. Eða borða matinn. Þessi, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna til okkar og segja örlítið frá þinni sögu. Og ég vona að þú fór húsnæði og hvílt þær í lögn. Þau veitir ekki að því að hvíla þig aðeins og ná kröftum? Já, þetta er bara að geta verið á réttri næringu. Fyrst að nýrun eru að eyðileggjast, þá er ekki mikið eftir. Og því lengur sem það dregst að ég fái húsnæði, því meiri möguleiki er á því að félagsbatterið losni við mig 6 föt undir. Og þú er á tilfinningunni að það sé eiginlega það sem lausnin sem þau sjá? Ég hef ekki trú að ég finn ekki fyrir velvild. Nei. Ég finn ekki fyrir góðvild. Þetta er, ég líti á þetta sem reyna mannvonsku að bjóða mann upp á það að þurfa að þræða göturnar og þau reynda að klína á mig að ég væri fullur alla daga, ég drekk ekki. Og vegna að ég varði kannabis á sínum tíma
rétt mannsins til þess að nota lækningajurtir. Þá voru þeir að hrópa upp mig fyrir það og ég ég hafði rétt fyrir mig þar. Bannið var ólöglegt. Þetta voru 4 menn sem komu með banni frá Bandaríkjunum. Þetta var pakki sem þeir komu með, fíkniefnalöggjöfin, og hún var sett fyrir tómi þingi á Íslandi. Og það öll lög eiga að hafa uppruna sinn á Íslandi. Já. En þetta ekki íslenskur uppruni. Herðu, við ræðum það kannski seinna, en ég þakka þér fyrir að koma og gefa okkur smá innsýn inn í stöðu þína, sem búin að vera heimilislaus í 25 ár. Já, það hefur verið voða gaman. Já, takk fyrir það. Við skulum skuttla þér aftur út á Granda. Jú, þakka ekki að vera. Herðu, við hingrum núna augnablik og eftir smástund þá tölum við Geirfinnsmálið. Já. Já, hún var hérna daginn hjá okkur, hún Sofía Sigurðardóttir, og við vorum að ræða Geirfinnsmálið og það var áhugavert, þannig að okkur langar að fræðast meira og hingað komin Hjálmtýr Heydal, lesaður, mikill áhugamaður þetta mál. En áður en ég spyr þig að því að ég var að tala við hann Örn hérna áðan, útigangsmann, hann sagði mér hann var í Síðumúlafangelsinu á sama tíma og Sævar þegar voru yfirleitt við honum. Og hann sagði að það var heyrt ósköpun þegar það verið að pynta Sævar. Já. Þannig að líka að Sævar hefði sendt sér bréf sem hann hefði einhvern tímann lagt inn í rannsóknina sem hefði síðan horfið. Já. Þannig að það víða tengslin við þetta stóra mikla mál sem einhvern veginn svolítið svona ráðgáta þjóðarinnar. En ég hef alltaf snart að fá að spyrja þig, af hverju ert þú áhugamaður Geirfinnsmálið? Já, ég kom aðeins við sögu eiginlega strax í byrjun. Það var þannig að ég bjó á Ásvallagötu 46 og fyrir neðan mig bjó Guðjón Skarphéðinsson. Og ég get dagsett þetta vegna þess að eldri dóttir mín fæddist 15. nóvember 1974 og Geirfinnur hverfur þarna 19. Þannig þarna bý ég með Guðjóni, eða sérst í sama húsi, og við kynntumst ágætlega, við vorum báðir með unga börn og vorum að hengja bleiur saman í þvottahúsinu og tölum við mikið saman og síðan vorum við að passa svona hvort fyrir annað og þannig að ég kom þannig inn í þetta mál og síðan hérna fer ég eina bílferð í þessu fræga Citroen bíl sem að Guðjón átti og Sævar fekk lánaðan og fór til Hollands og fyllt hann af dópi og ég fór eina... Massi í hurðunum eða? Já, ég held það. Ég veit ekki hvort það var þá í bílnum þegar ég satt í honum. Það kann að vera. Síðan var ég kallaður inn til hans þýska rannsóknar Schultz til að spurja mig Guðjón og eitthvað, vegna þess að ég bjó í húsinu og þeir voru að spyrja mig semst það geðslag Guðjóns og ég gæti ekki gefið honum bestu einkunn og ég man þetta ekki mjög skýrt en þetta svona minningar. Síðan ég ekki að hugsa þetta mál frekar en hver annar þangað til að Jón Danielsson, blaðamaður og þýðandi, hann gefur út bókina Sá sem flýr undan dýri sem Geirfinnsmálið, eða Guðmundar og Geirfinnsmálið. Og hann hringir í mig. Við þekktumst frá fyrir tíu gegnum leikfélagi Hugleik, áhugamanna leikfélag. Og hann segir við mig, ertu ekki til í að gera heimildamynd? Og ég var búin að lesa bókina og ég sá geysilega mikla möguleika á að gera góða heimildamynd og við setjumst þér niður og byrjum að undirbúa heimildamynd og tökum viðtöl og svona til þess að hafa eitthvað í höndunum þegar við ætlum að sækja semst fyrst handritstyrkja á kvikmyndamiðstöð. Fengum hann
Síðan skrifum við handrit og vinnum meira og förum svo á fund og sækjum framleiðslustyrk. Þá höfum nei. Og við vinnum eitthvað meira og rótumst í þessu og sækjum aftur og fáum aftur nei. Og mín reynsla svo að verkefni sem að lenda í þessari rennu hjá þeim, þau eigi ekki séns. Og ég hef... Hvaða rennu það? Já, það einhvers konar, já, kannski eins og bara fiskurinn sem að lendir út fyrir í sjónum, þarna. Men þetta sé pólitískt eða þetta sé einhvern veginn Ég þori náttúrulega ekki að segja mikið það, en ég sótti 9 sinnum mynd Palestínumálið, Ísrael-Palestínu, sem að titillinn var Íslandsstræti í Jerúsalem. Og ég var í 6 ára að reyna og ég fekk 9 sinnum nei. Og ég vildi ég held að það sé Íslandsmet og mér datt í huga að sækja 10. skipti. En ég settist niður og skrifaði bók í staðinn. En handritið sem þið voru að vinna í, var það tilraun til þess að koma að staða þennu sanna? Hefur lesið bókina, Jóns? Ég mann það ekki, ég er bara orðið svo götóttur, Hann sest niður og hann er svo mikið límheili, hann er með öll málskjölin bara í höfðun, dagsetningar og allt. Hann sest niður og skrifa bók, það sem hann rauninni tekur sig fyrir hendur að sýna fram á að það stendst ekki neitt í Guðmundarmálinu og ekki heldur í Geirfinnsmálinu. Rannsóknin rugl. Já, og það sem gerist til dæmis með Guðmundarmálið er að það náttúrulega tilkomið þessara mála virðist vera oftast þannig að lögreglan heyrir orðróm af yfirleitt einhverjum afbrotamönnum sem eru bæði að reyna að kaupa sér smá velvild hjá löggunni og eru í nöp við Sævar. Sofía nefndi þetta með Stebba Almars. Já. Og hann er ekki eitt Þannig að það er svona orðrómur sem fer af stað og lögreglan eins og við þekkjum þá byrja þeir svona að spyrja hægt og rólega erlu og þannig búa þeir til Geirfinnsmálið en lýsingarnar eru þannig að þetta er saga sem að þeir eru dæmd samkvæmt en eins og Jón gerir, hann fer að skoða allt í kringum þetta og þau eiga að hafa lent í slagsmálum eða þeir við Guðmund og drepið hann, svona alltaf því óvart farið með líkið út í Hafnarfjarðarhraun og hulsað það þar. Nú, þegar það er skoðað aðstæðurnar þarna í Hafnarfirði þetta kvöld og það eru til vitnisburður til þessu leigubílstjóra, það er allt ófært innanbæjar og þeir eiga að vera Volkswagen sem að vera reyndar í fyrstu frásögnum vera Toyota bíl en svo er það í endalegu útgáfinni þá er það Volkswagen sem að á að fara út í Hafnarfjarðarhraun í snjó og það er náttúrulega gjörsamlega útilokað. Síðan eru vitnisburður sem koma fram miklu seinna í fólki sem býr í næsta húsi við Hamarsbrautina þar sem allt þetta átt að gerast. Og þau eru vakandi þetta leyti sem allir þessir atburðir eiga að vera vegna þess að þau rákuðu Alþýðuhúsið og var að gera upp klukkan 4 nóttina eða hvað það var. Og þau bara verði ekki vörð við neitt. Fólkið á efri hæðinni í þessu Hamarshús í Hamarsbrautinni það er ekki neitt. Samt er trégólf á milli og það er ekki brjálað veður. Og ég segi það var ófært. Leigubílstjóri. Þú heyrir ekki neitt í næsta húsi því það... Nei, það var ekki vindur, það var snjókoma. Það var snjókoma. Já. Nú, allavega, þá líka annað, að því að þau töluðum hvað væri hljóðbært, þetta svona lokuð gata, þessi Hamarsbrauta hluta, að þau heyra alltaf í allri umferð. Og samkvæmt niðurstöðu dómsins og þessari sögu sem þau eru dæmd samkvæmt þá kemur hver bílinn og hættir öðrum þarna inn þennan botlanga. Það er fyrst Erla með vinkonu sinni, svo kemur Sævar á leigubíl og svo kemur Albert á Volkswagen eða Toyota og hann fer aftur og svo kemur hann aftur og svo faraði með líkið og svo koma það aftur og það er ekki til einasta vitni og það er náttúrulega í öllu málinu náttúrulega það er ekki bara að þið skorti líkin það er ekkit vitni til og til dæmis þegar að þau eiga hafa verið að þvælast með líkið af Geirfinni frá
Keflavík gegnum til Reykjavíkur, það faraði ekki með út í Hraun, svo hefði náttúrulega, þá voru þið búin að samkvæmt sögunni, búin að fara með annað líkþanga, þið fara með það og geyma það í þvottahúsi í Fjölubýlishúsi á Grettisgötu. Og þið keyra inn í bæinn, það svona kallar öskustígar að þessum gömlu stöðum, veist svona stígar á milli húsana og byggt alveg hringir í kring, að þau koma með líkið og ég fór þarna inn og ég kvikmyndaði svona hringinn, það var svona partur af þessari kvikmynda undirbúningi kvikmyndarinn og það eru hringleikahús. Já, það er bara allstaðar gluggar, það eru sko svona 80 gluggar sem einhver hefði mögulega getað séð þau og svo sækja þau líkið og þá var aftur þessi möguleiki að þessi alveg endalaus vitni. Þetta var nefnilega, sko, ég man ekki alveg klukkan hvað var en allavega önnur ferðin var ekkert mjög seint, sko. Og svo er ekkert sem segir manni að það hafi verið gengið í hús og spurt. Og eina... Ykkur hafi séð? Já, þeir hafi séð menn verið að burðast með eitthvað og það geta þá sagt frá því og þá væri það komið líkur á því að einhver hefði verið að gera eitthvað. Heldur að löggan hafi ekki að trúa því að neitt hafi séð neitt? Verður þess að það gerði ekki neitt? Ég hef trú á því að þeir hafi hreinlega búið til, sko eins og stendur í skýrslu hérna nefndarinnar sem hann Ögmundur skipaði 2011. Niðurstaðan þar er svo að lögreglan hafi verið með fyrirfram gefna niðurstöðu. Þeir hafi verið alveg, þeir hafi reynt að berja þetta allt inn í einhvern ramma sem þeir unnu samkvæmt. Og það tók náttúrulega mjög langan tíma að berja þetta saman vegna þess að þú sér að hérna Sævar er 1300 daga í gæsluvarðhaldi og Tryggvi Rúnar og Kristján Viðar eitthvað svipað. Og það er verið að búa til einhverja sögu sem að svona gæti gengið en eins og sko lögin eru þú átt að telja allt sakborning til tekna. Þá er sko til dæmis það ef þegar að þú ætlar að koma mennum út í Hraun á Hvolsagan í svakalegri snjókomu að því að leitasveitirnar sem voru að leita Guðmundi þeir óðu upp í hné snjóin. Það er allt, þú les bara dagblöðin um það. Þú keyrir ekki í Hvolsagan. Þú ferð ekki á Hvolsagan sko hnéháan snjó. Var ekki innan sko Hafnarfjarðar, hvað þú út í Hafnarfjarðar Hraun. Þannig að þarna verður mjög lítið sko trúverðugt og það er ekki leitað sko að finna það sem að sakborningi í hag, það er bara neglt niður og svo getur náttúrulega að tala um sko harðræðið sem og leiðir þetta til þess að fá fólk til að játa. Það er náttúrulega þekkt sem sagt eins og Gísli Guðjónsson og hann hérna Jón Friðrik, réttarsálfræðingarnir vitna að það er hægt að fá rauninni hvern og einn til þess að bugast og fara að trúa og mér langar líka sko aðeins að hérna vitna hérna í sko smá plagg sem að er Það með þú leitar, má ég spyrja einu að því að þú hittir nú eða varst tekin í vitnaleyslu þegar Schultz var hérna. Já. Hann kemur og þá eru þessar rannsóknir svona út og suður og fólk inn í gæsluvarðhaldi. Heldur að hans hlutverk hafi verið að bara klambra saman einhverju sögu sem að gæti haldið og bara klára þetta mál svo það væri bara búið? Já, sko, það lítur að hafa runnið upp fyrir þremmenningunum sem voru Arni Hallskulls og þeir. Að þegar voru búin að handtaka Einar Bolla og klúbbmennin svo kalluðu að sko þeir voru í ógöngum. Já, einhverju stórkostlum ógöngum. Já, vegna þess sko að bara á 15. degi þá er bæði Magnús og Einar Bolla komnir með sem sagt fjarvistarsannanir. Og samt eru þeir inn í 105 daga. En sem sagt á 15. degi með minnir það að þá er bara komið þannig að það á bara að sleppa þeim sko. Og meira segja eftir að hérna þeim er sleppt þá er þeir settir í farbann. Þannig að lögreglan sko er þarna einhvern veginn að reyna að hanga á sínu starfi eða sínu uppleggi en að Schultz kemur og hann sér náttúrulega bara sem proffi að þetta er ekki í lagi, það er svo mörg gött í þessu
að já, ég held það ef að hann hafi rauninni haft það hlutverk að Tjast þessu saman. Koma einhverju Þá þarf að skipta að þetta ekki Volkswagen heldur Toyota og þetta. Nei, það var nú reyndar sko. Þú veist, það að laga svona ímyndlegt og það kemur fram kannski svona sagnir eða sagan sem að hann tjasta saman eða tjasta saman undir hans leiðsögn. Já, þetta allt. Hún heldur ekki heldur. Hún bara Nei, og hann sko ekki trættur við að láta falsa sko eins og ökuferðin til Keflavíkur. Ef við förum strax í hana þá sem sagt að þá eru þau búin að rannsóknarlögreglan búin að finna það út að þau hafi farið til Keflavíkur þennan dag, þessum tíma og hitt Geirfinn og gert þetta og allt það. Svo kemur Vilhjálmur Knudsen og hann segir bara, já, ég veit hvar Sævar var 19. nóvember. Hann var á Kjarvalsstöðum og var á kvikmynd sem við vorum að frumsýna ég og pappans, Ósvaldur. Og þetta í dagbók Vilhjálms. Og svo annað vitni, Kitty P. sem Sofía talaði hann var sko að njósna Sævar. Hann var á Kjarvalsstöðum. Svo og það komið alveg klárlega fram að Sævar á Kjarvalsstöðum. En hefur ekki getað fyrir því? Já, sko, það eru tímasetta sýningar og hann kom seint á fyrstu sýningu, svo hann fer sennilega á aðra sýningu og hvernig sem og síðan hann tala við Ósvald og Vilhjálm, hann með mömmu sinni og Erlu og hvernig sem að þú reynir að koma honum af Kjarvalsstöðum yfir til Keflavíkur, þá verður að finna semst einhvern byrjunarpunkt, einhvern tíma og samkvæmt því sem að rauninni hægt að sjá á þessu sem að liggur fyrir, þá hefði hann aldrei getað farið af stað fyrir en sem sagt, ég man ekki alveg tímasetninguna og farið til Keflavíkur og fyrst fer hann sko með mömmu sinni heim upp yfir Breiðholt, svo sækir hann alla samverkamennina, Guðjón og Kristján Viðar og einhvern einn enn og allt þetta þarf að gera og lögreglan sem sagt fer sömu leið með skeiðklukku en til þess að það nái þá fara þeir cirka 20 mínútum fyrr af stað frá Kjarvalsstöðum heldur en að Sævar hefði eiginlega átt séns á að gera. Síðan það til dæmis eins og Jón Danielsson sýnir vel hann með sko mælingu lögreglunar og Sævar til dæmis keyrir þar sem ég bjó, hann ætlar að sækja Guðjón og þá Guðjón ekki heima. Hann staddur á hjá vini sínum út á Lambast, hvað heitir það í Skerjafirðinum? Það hús. Lambægi. Já, stakt hús. Hann keyrir þangað og sækir síðan Guðjón, en til þess þá þarf hann náttúrulega fyrst að stoppa bílinn, labba upp tröppunar, banka og bíða eftir einhver komi og svo kemur Guðjón. Það 0 sekúndur sem í skýrslu lögreglunar. Speedy Gonzales. Já, og þeir eru bara geislaðir á milli. Sko. Lampóll, geti húsið. Lampóll, já. Og síðan segja þeir sko í skýrslunni að þeir hafa ekki fylgst með hraðamælum og þeir eru á Volvo, lögreglu-Volvo. Sævar á samkvæmt söguna að hafa verið á bjöllu, Volkswagen-bjöllu. Og það vegna þess að það til annað vitnisburður, maður sem var að keyra nákvæmlega sama tíma, sömuleið, að það var sem sagt ekki skotfæri, það var jafnvel hálka. Og þá ertu ekki að keyra og hratt. En lögreglan gerði ráð fyrir því að Sævar hafi verið að flýta sér vegna þess að þeir hefði verið orðin að seinir á stefnumótið. Nema það að þegar þetta allt skoðað þá stenst ekki þessi mæling. En hún látin standa. Það gerði það vísu einn af lögfræðingum sakborningana, hann gerði athugasemdir við þetta en það fór ekkert lengra. Svo þannig eitt stórt atriði sko, sem segir manni sko, ok, fóruðu til Keflavíkur, var þessi ferðing til að fara inn. Og svo kemur annað, sko, þegar að Sævar heyrir þetta með að Vilhjálmur Knudsen segir, þú varst á Kjarvalsstöðum, þá rifjast upp fyrir Sævari. Hann fór heim til mömmu sinnar, af því að hún var með honum og hann horfði á sjónvarpið. Og hann segir frá kvikmynd, sem svona fréttamagasín,
og ef maður skoða sjónvarpsdagskrána frá þessum tíma þá sérðu bara að Sonja Diego með hálftíma fréttamagasín, alls konar erlenda fréttir og Sævar lýsir einni myndinni og það var svindl franskra vínbænda hann bara að blanda einhver í vínið og hann kann muna þetta og sagt frá þessu og hann engin tímaflakk eða VFS eða neitt, hann bara ef hann að sjá þetta þá hann að horfa á þessum tíma og síðan líða 40 ár náttúrulega dómararnir eða rannsóknarlögreglumennir hefðu átt að stökkva upp í sjónvarp fá smá svona upplýsingar hvað var verið að sýna það ekki gert 40 árum seinna fer Jón Danielsson uppbyttir þar þessi miði til og þar French Winegate sem sem sagt Watergate allt svona svindlmál fengu þessa endingu og Sævar lýsir hann alltaf getur ekki muna þetta upp á punkt og prikk en hann mann þetta nógu mikið til þess að hann veit hvað svona var þetta fjall og það bara 40 árum seinna sem að Sævar, sem að Jón Danielsson finnur þennan miða og við erum búin að finna þessa mynd líka og við erum með eintak af henni svo þarna Hvenær var verið að sýna hana á sama tíma hann átti að vera bara komin í dráttarplötuna? Já, það bara klukkan 11 á þetta kvöld sem hann á að vera í Keflavík og þannig þetta rosalega stóra atriði sem að En raunverulega þegar málið endurtekið og saksóknari skoðar málin þá fer hann fram á sýknu en þess að hann ekki með neitt í höndunum til þess að Þú ert að vinna 2018? Já, 2018 Þannig að það eiginlega búið að viðurkenna það að þessi rannsókn rugl það ekki að byggja ákæru á þessu rannsókn það bara viðurkennt hins vegar ekki verið ekki lítið svo á að rannsókn þess virði eins og Sofía var að tala það sé verið að rannsaka rannsóknina þar sem að hún hafi valdið svo miklum harmi leiðilegt líf fjöldamanna ekki bara fjórmenningana heldur allra sem voru dæmdir og erlu rannsóka það, akkur ekki kannað hvað varð til þess að þessi rannsókn fór þangað sem hún fór og hafði þessar ömurlegu afleiðingar og svo af hverju þú ert að segja að sagan hafi verið mótuð og það þýðir líklega að Erla fengin með einhverju ráðum til þess að segja sögu og meðal annars benda sök á þá menn sem að lögreglan hafi haft í siktinu áður og sem að voru sett í saklausri gæsluvarðhald. Það alveg Magnús Leopoldsson náttúrulega strax kallaður til út af leirmyndinni og þannig hans nafni strax kom inn í þetta og síðan náttúrulega vitað með þetta klúbbmál að Kitty P og Haukur voru sem sagt búnir að vera á höttunum eftir klúbbönnum og allt þetta máli kringum mafíu skrifin í Vísi og allt svo saga sem að þið voru að tala síðast en Sofía, hún búin að rannsaka hún að leita að Geirfinni okkar kvikmynd og okkar nálgun hefur ekkert með Geirfinn að gera í sjálfu sér það ekki þetta að finna þeir eru ekki rannsóknina við erum bara að skoða glæpinn sem var alvöru glæpur sem var rannsóknin sem rannsóknin þess vegna verið að spyrja hún hefur ekki verið rannsókn það eini aðilinn sem glæpamál eini aðilinn sem hefur skoðað málið dálítið íþarlega, það nefndi sem að Ögmundur skipaði og skilaði af sér 2013 og það fer síðan til endurupptöku nefndar og sú nefnd, hún ákveður að fara eftir þessu sem að varðar morðin að leggja til sýknu en tekur röngu sakargiftirnar til hliðar eins og við erum eins og vera í umræðinu núna og þeir leggja til sýknu og síðan fer þetta bara á færibandi upp í Hæstarétt gegnum ríkissaksóknara og bara sýkna en engin efnisleg meðferð og það er ég er með þá kenningu að ef að dómsvaldið gengist inn á það að röngu sakagiftirnar hefðu verið í sama farvegi og allt annað bara falskar játningar og vafasamar játningar og ungt fólk sem að lendir í hremmingum og lendir
þannig umhverfi að þau bara missa fótana. Og taka upp sögu sem búið að matriða áður. Já, eins og Sofía nefndi meðan hérna mannin sem að Guðmundur sem að bjóð til söguna sem var svo kallað fyllirisöfl. Ef að dómsvaldið sem sagt fellst á það að þau séu ekki bara sýknuð vegna skorts á sönnunum, heldur séu saklaus, að þá og segja semst að röngu sakagiftirna standist ekki frekar, þá bætast við fjögur fórnarlömb lögreglunar sem eru klúbbmennir og Einar og Valdimar. Þá eru þeir líka fórnarlömb sömu vinnubragða. Ekki rangra sakagifta Erlu. Nei, ekki Erlu, Sævars og Kristjáns Viðars, þau voru alltaf dæmt fyrir það. Sko. Þarna er sem sagt ríkislögmaður sem að barðist gegn því að Guðjón Skarphéðinsson gæti sótt bætur. Hann lýsir því yfir að það sé ekkert sem segi að opinberir starfsmenn hafi gert eitthvað rangt. Brynjar Níelsson bara fyrir örfáum dögum var að segja þetta, hann er búin að segja það milljónsinnum. Og ég þekki menn innan úr þessu kerfi sem eru alveg sannfærður sekt Erlu og eru líka gjörsamlega ósáttir við sýknunina. Og hvað vildi það fóka þetta? Og þeir segja bara dómunum frá 1980 stendur. Það er ekkert búið að afsanna hann, segja þeir. Og svo segir til dæmis endurupptöku dómurinn núna, það er engin ný gögn í málinu. Og þess að það lokaðir á Erlu, endanlega, hérna heima. Engin ný gögn. En það er búið að sýkna í mildtíðinni. En sýknunin er unnin þannig að það er ekki farið ofan í málið. Heldur þetta bara keyrt í gegn vegna þess að það sjá allir að það er einhver sem hefur gert stórlega á sig og réttarvörslukerfið fer þessa leið og vonast til þess að sleppa. En Erla heldur áfram, eðlilega. Og mér langar aðeins að lesa hérna smávegis þegar sko að því að vera að tala sko hvað fólk þolið mikla fangavist áður að fyrir að efast eigin vitneskju og sína eigin stöðu, hvað það veit og hvað það gerði og allt það. Að þegar að Einar Bollason, Magnús, Sigurbjörn og Valdimar eru sýknaðir og náttúrulega lýstir saklausir, þá er sagt dómurinn... Þeir voru náttúrulega, þeir voru aldrei stemt, þeir voru dæmt á bæturnar, eða ekki? Jú, þetta er dómurinn þar sem þeir voru dæmdar þarna. Þeir voru náttúrulega aldrei ákærðir. Nei. Dómurinn telur einsýnt að stefnandi, það eru þeir, hafi liðið mikla þjáningar í gæsluvarðhaldinu og eftir það. Skýrsla stefnanda líðan sína sem gefin var fyrir dómi var á allan hátt trúverðug. Þess líðan í fangavistinni. Þar kemur ljóslega fram svo andlega þjáning að vera hneftur saklaus í gæsluvarðhald sem framlengt er 2 sinnum og verður 105 dagar að lengd. Óvissan, kvíðin og vanlíðanin sem leiddi til þess að saklaus maður fer að efast sitt eigið sakleysi og fer að halda að hann hafi í raun verið flæktur í alvarlegan verknað á þess að muni það. Þetta er niðurstaðan, þetta eru orðanum sem spildum Einar í Bolla. Og svo ef þú ferð hérna í bækurnar sem Einar og Magnús skrifuðu, eða það voru einhverja aðri sem skrifuðu fyrir það minni mig, þá stendur bara einnig blaðsjöðu að Einar segir, eftir viku var ég farin að efast og ég farin að halda að ég hefði verið flæktur inn eitthvað sem ég bara myndi ekki og að því hann treysti yfirvöldum, hann treysti réttlækjarslunni, þá hlýtur þeir að vera að segja eitthvað að viti, eitthvað sem hann bara, og þetta eftir viku. Og þetta, síðan segir hann og hérna Valdimar og Magnús í brefi sem að þeir sendu Katrínu Jakobsdóttir þegar að stóð til að Erla var verið að ræða að hún fengi bætur. Þeir mótmæltu því og þeir segja í brefinu að það geti engin manneskja þeir segja sem sagt að aldrei hafi þeim komið í hug að játa á sig afbrot sem þeir höfðu ekki framið og draga í efa að fólk almennt sé tilbúið til slíkra falskra játninga
þó að það siti í gæsluvarðhaldi. Þetta segja þeir í bréfinu nýlegu. En sjálfur segir svo, eins og ég sagði áðan, Einar að eftir bara viku var hann farin í eftir sjálfan sig. Og svo segja líka þessu sama bréfi, þessu nýja bréfi, að lögreglan hafi ekki reynt að stýra þeim með neinum hætti. En í bókinas Magnúsar Leópoldssonar bara langur kafli, þar sem hann lýsir því í eitt skipti bauð Sigurbjörn Víðir mér samning, hann taldi sig hafa umboð til að bjóða mér 2 ár á Litlahrauni ef ég játaði strax. Og samt segir í bréfinu að lögreglan, og það miklu fleiri lýsingar af því hvernig lögreglan reyna að brjóta niður, en hann stóðst, hann fór ekki að efast sig. En í dómnum, úrskurðinum þegar að þeir eru frjálsir endanlega að fá bæturnar, þá bara sérstakur kafli það að menn get ekki staðist svona, þeir fara að efast sína eigin sekt eða segleysi. Og hvað þá með Sævar og þau sem og eins og þú varst að lýsa á þann frá viðtalinu við hann gamla mannin að hann heyrði pyntingarnar og það líka til, eins og hann heitir ekki Jón Bjarman, presturinn og nokkri fangaverðir eða minnst 1 eða 2 og þetta er allt vitað að þau lenda bara í Hakavel og Einar Bollason og Magnús þeir lenda í sömu Hakavel. Þetta bara strik yfir það vegna þess að einhverjum ástæðum þá eru þeir svo sannfærðir að Erla, þetta sé allt komið frá Erlu. En svo langar mig aðeins að líka að því að lögreglan að þegar þeir eru búin að ákveða þetta hafi allt gerst í Dráttarbrautinni 19. nóvember 1974 að þá eru þeir að reyna að púsla atburðin eða púsla saman atburðum og það stendur í einni skýrslunni að þarna að lögreglan leggur fyrir Sævar og Erlu og þau myndir af 16 eða 17 mönnum sem svo stendur það orðrétt sem lögreglan telur líklegt að hafi verið í Dráttarbrautinni 16-17 Já, og svo Þið veit ekki líklegt að þetta er 16-17 manns í Dráttarbrautinni. Það aldrei sérstök samkoma. En hverjir eru þetta? Þetta eru svona menn sem eru, það eru, flestir þeirra eru tengdir eitthvað, þessari svo kallu ávísunarkeðju sem var í gangi, frægar ávísunarkeðju. Já. Jósef Arngrímsson. Já, og svo er það klúbbmenn og menn sem tengjast veitingabransanum mikið. Og ýmsir þekktir Gulli Karnabæ sem aldrei drakk vín á þeim tíma hann var mágur minn þannig ég þekkti hann vel og lögreglan sýnir þeim þessar myndir og að reyna að fá þau til þess að benda á einhverja og þau kunnast til dæmis ekkert við Sigurbjörn Eiríksson aldrei síðan en þetta er svona hluti af þessu að það er verið að fiska Hvaðan kemur þetta fram að þeim hafa verið sýnd að þessu? Það er í skýrslunum, það er í yfirheyrslublaðinu. Þannig er Ásgeir Hannes Eiríksson. Já, pulsursali. Þannig að þetta er alveg stjarnfræðilegt. Já, þetta er hreint ótrúlegi hluti, Ok, en í málinu og finnast ekki lík. Engin lík, engin vitni. Engin vitni. Og eiginlega ekkert mótíf heldur. Því það er einhvern veginn verður svo skrítið að Guðmundur er það bara óvart og svo er þessi spírasaga verður eitthvað svo stórkostleg. Já. En í rannsókninni, þar eru fórnarlömbin til og aðferðinar eru þekktar. Já. Ekki morðvopni undir segja, en aðferðinar eru þekktar. Hvert er mótífið? Hjá lögreglunni? Já. Ég held að frummótífið sé tengt spíramálinu. Síðan er Sævar er náttúrulega, það er fylgst með hann. Hann er þekktur. Hann er dópsali. Og þetta er svona klíka sem þetta er engin... Löggan þolar hann ekki. Hann er öðruvísi. Já, og hann er með hóp í kringu sig. Hann er smákrimmi sem getur svona blandast inn í svona listamannakreðsur. Já, bara löggan þolar ekki hann var með kvikmyndadrauma og svo eru allir kringum hann menn sem eru náttúrulega líka ofbeldismenn og hafa farið inn og út af fangelsi og það er það er alltaf erfitt að átta sig á nákvæmlega þessum hugsanagangi hjá lögreglunni sem að gera það verkum að þeir fara alla þessa leið
og taka þessa sögu sem er sögð í fyllirí. Það einhvers staðar til samanburður á þessum sögunni sem er sögð og því sem að síðan verður niðurstaðan. Það er alveg ótrúlega lesning. Þú mátt að finna þetta í þessum plöggum. Þess að það eru svo mörg atriði sem að passa. Það er sviðsetningin, staðurinn og það eru einhverjir af þessum karakterum sem að þessi Guðmundur lýsir og það eru peningupphæðin sem að talað 70.000 kall. Það er sendibíll. Ég man ekki, það eru alveg 10 atriði sko sem að... Þú ert að tala það sem þú kallar áðan fyllirísröfl í þessum Guðmundi Agnarsinni sem er kveikjan að þessu. Já, það er löngu, það er svona 2 mánuðum áður og þau eru handtekin. Að þá er komið handrit, myndum að segja, stórum dráttum. Í fínu brasa, já. Já. Og Af hverju? Þetta er ekki ennþá mótíf. Meinarðu að af hverju fer rannsóknin svona langt? Er það þá hugmyndin að þeir eru bara byrjaðir með eitthvað rannsókn og þeir finnst þeim vera svona bara komni nálægt því að handtaka alla þessa menn sem að tengja Framsóknarflokknum og menn bara gleymi sér í... Þeir taka virðist vera trúanlega sögurnar sem að óvinir Sævars í afbrotabransanum segja. Og þar eru þeir komni með að hann viti eitthvað Geirfinnsmáli, Sævar viti eitthvað Geirfinnsmáli og Guðmundarmáli. Og þá er spurningin hver hefur frumkvæðið því að spyrja þessa fanga og akkurat þessi mál. En þá að byrjuðu eitthvað svona rannsókn í tengslum við Spíran. Já. Sagði þess að Guðmundar komin fram? Já, mál Guðmundar er ekkert kriminelt, þetta er mannskvarf. Nei, ég segi þess að fyllirísröflu sem það var komið áður. Já. Sérst sviðið og svona nokkri karakterar og svona nokkri atburður, þeir eru þarna. Og síðan er bara fólki raðað í hlutverk og barið inn í hlutverk og eins og bara lýsingarnar á því hvernig fólk brotnar og bugast og Sævar var mjög, hann neitaði öllu upphafi. Hann kannast ekkert við þetta og Tryggvi Rúnar og þeir koma bara að fjöllum og svo er þetta líka gaman að velta fyrir sér þegar Sævar fattar að það er alls hvað hann segir, hann reynir að segja þetta sé allt bara misskilningi byggt, að það er ekki hlustað á hann, að því sambandi við Guðmundarmáli að þá er það þenn sem er alltaf skemmtilegt að þýleiti að er svona skondið að þýleiti að það er alltaf afhjúpandi að fyrst er það Toyota bifreið, gul Toyota bifreið sem þeir eru að keyra með líkið að Guðmundi. Svo uppgötvaður einn lögreglumaður að þetta bíll pappa Alberts að hann átti engan Volkswagen þessum tíma, engan Toyota þessum tíma, hann átti Volkswagen. Þá breytist það í Volkswagen og allt í einu er hjá öllum komin Volkswagen og Sævar gerir meira, hann bætir inn einu manni, Gunnari. Öllum fyrstu skýrslunum er ekkert minnst á neitt Gunnar. Svo allt í einu er komin Gunnar, þá er hann komin allstaðar. Og hann er kallaður... Löggan er að bera sögun á milli. Já, hún er alltaf samprófa og berja á milli. Og svo er eitt til dæmis að í þessari íbúð þar sem að slagsmálin eru og fólkið upp á lofti heyrir ekki neitt. Það heyrir alltaf þegar þau voru að spila tónlist og stöppuðu þá í gólfið eða fannst það að vera á hátt. Að hann er drepinn í þessari íbúð samkvæmt sögunni og það er ekkert í íbúðinni. Teppir eru sendið Þýskalands og það finnst ekki neitt. En einn af föngunum sem var að koma sér vel hjá lögreglunni og var illa við Sævar, það var maður sem var, ég held að hann hafi verið skotin í Erlu eða reyna við hann eitthvað, hann segist að komið í íbúðina örfáum dögum eftir að morðið var framið og það bara verið blóðslettur og veðsinn út allt. En svo er þessu óhefni að Kristján P. hann kemur líka í íbúðina bara mjög svipuðum tíma og hann sér ekki neitt. Og þannig að það fer eitt vitni Hérna þurfum við sem þjóð að taka þetta mál og rannsaka það einhvern veginn eða
Sko... Er það ákveðt mál? Setur bara eftir þú og Sofía og okkur sérvitringar sem er að það hugsa þetta? Getur talað þetta á elliheimilinu, með allt á hreinu. Hvað hefur að gera við þetta? Þetta er náttúrulega stórkostlegt, sko, réttarmorð. Já, það er búið að leggja til og ræða á alþingi að þingið skipi nefnd. Það fer ekki í gegn. Nei. Og ég man að hann eitt þingmaður Pírata, hann talaði þetta sem algjört, sko bara spurningum, það væri svo mikil blettur á þjóðinni sem að yrði að þrífa af og það er ekkit verið að því. Dómsvaldi vill ekki hleypa því í gegn og nú er til dæmis aðstofum að dómsmálaráðherra mjög harður á því að Erla sé sek og nú er bara loka á alla hennar möguleika innanlands og það er náttúrulega næsta skref að fara til mannréttindadómstólsins í Evrópu og þannig að þetta verður ekki leyst sko af íslenskum dómsvöldum eða réttargæslukerfi eða hvað það heitir og til dæmis eins og að Brynjar Níelsson sagði daginn í útvarpsviðtali að aðalfréttin og aðalhneykslið að stjórnmálin skuli hafa yfirtekið málið þegar að sýknan fór í gegn af því það var náttúrulega Ögmundur Jónasson sem að skipaði nefnd, þá eru stjórnmálin komin inn í þetta og hann álítur þetta að vera árás á dómsvaldið. Þannig það eru mjög harðar meiningar þeim megin að þetta, og þá náttúrulega hann og fleiri, þeir eru öll samferðum að dómurinn frá 1980, hann standi eins og ríkislögmaður hefur sagt. Og svo er alltaf eins og líka þessi nýjasta niðurstaða endur upptöku dómstólsins, það er tekið sérstaklega fram að það sé ekki hægt að finna neitt að vinnubrögðum opinbera starfsmanni í þessu máli. Ríkislögmaður sagði þetta og þetta er líka í endur upptöku nefndar álitinu. Það er allir að hamast á því að það sé ekki nein sök. Það gerir það fyrir að verði eitthvað rannsókn á því. Já. Ég man að In the Name of the Father, bíómynd sem að vera gerð, sýnt 93-94. Já. Svona ég held að flestir Íslendingar sem hafa setið undir þeirri mynd hafi upplifað að þetta væri eiginlega næstu eins og gerðismálið. Það sem eru teknir svona smákrimmar eru teknir inn í einhverja maskínu sem er einhver stemming hjá lögreglunni þarna á þessum tíma, ótti við hryðjuverk. Hérna var fíkniefni nýkomin inn og rosalega ótti við róttækni og eitthvað fleira og Manson-málið í svona minningu og eitthvað svona gæti bara, þetta fólk gæti bara gert að svona skapa hluti. Já. Einhver leyti hafa Bretar gert upp við það mál sem að svo mynd fjallaðum. Já, ég sá ekki það mynd. Þú ættir að sjá hann, hún er stórkostleg. Já. Og hún er eiginlega gerfismálið. Já. Þú ættir bara að fara að leita henni. Já, ég var að sjá hann. Því að hún er með svona sama, þeir sita endalaust inn í saklausir í fangilsi. Já. Og er svo sleppt út. Það var svona, það er eitthvað svona ljúkning á máli, eitthvað svona tilraun samfélags til þess að ef að samfélagi brýtur svona hataramlega gegn svona mörgum, fjórmenningunum og þeim sem voru dæmdir, verður við ekki að gera það einhvern veginn sómasamlega? Jú, hugmyndir að reyna að gera kvikmynd sem er náttúrulega góður miðill, af því að það er til dæmis með þessa bílferð sem við varum að tala um áðan, það er svo gott að gera það grafískt. Hvað er þessi mínútan sem áttu 2 mínútur hér? Hvernig búa þið til? Sigursteinn var með eitthvað svona tilraun. Ég man allavega eftir þegar bílinn breyttist úr Toyota í Volkswagen, það er í þeirri mynd. Myndin sem hann og hann kvikmyndagerðarmaður Magnús. Svo reyndi við að Víkingsson að gera mynd sem að strandaði. Var það? Já, hann gerði. Sko, það er búið að skrifa 11 bækur og 5 kvikmyndir og sjónvarpsþætti þetta mál. Þannig þetta er eitthvað mál. Já. Og hver bókin og hættur annari sko er með atriði sem eru mjög athugunarverð og bara strax fyrsta bókin er þetta eftir hann Þorsteinn Antonsson svo kemur hann Stefán Unnsteins með Statuðustrákur og svo kemur bókin frá Sævari sjálfum, það dómsmálið sem við alveg mikið það sem Ragnar Aðalsteinsson vann mikið af þeim skýrslum sko. Þannig að þetta hefur snert marga og er óleyst mál og Erla situr uppi með það að hún sé sek að hafa borið rangar sakir á þessa menn og sem að þér finnst óréttlátt.
algjörlega út í hött og þessu máli getur ekki lokið öðru sem að þannig að ég verði sáttur og fleiri að Erla fái sem sagt sýknun. Já. Þú ekki að stoppa hér? Já. Herðu, ég þakka Hjálmtý kærlega fyrir. Við kannski höldum við áfram að fjalla þetta mál. Þetta er stórt og flókið og erfitt mál. En við segjum Rauðaborðinu lokið í dag, hérna morgun að þá verður helgispjall. Þá hérna klukkan 5 sendum við út þátt þar sem ég ræði við Berglind Rós Magnúsdóttur ástarkraftin, kannski kærleikshagkerfið og ýmislegt, stéttaskiptingu í skólum og eitthvað fleira. Ég hvet ykkur til þess að fylgjast með þetta á morgun. Ég hvet ykkur líka til þess að aðstoða okkur við að byggja upp samstöðuna með því að læka síðurnar á YouTube og Facebook, fara á skoðið samstöðun.is þar sem við skrifum fréttir og þar eru líka allir þættirnir aðgengilegir. Þið getið líka stutt okkur, borgað eins konar áskrift með því að ganga í alþýðu félagið sem er fjárhagslegu bakhjarl samstöðurinnar. Það er gert inn á samstöðun.is, þar er nappur sem heitir skráning. En öðru leyti þá ætla ég að kveðja ykkur núna en að því að Svavar Pétur Eysteinsson, prins Pólo dó í dag, að þá ætlum við láta hann slá botnin í þetta. Þetta er upptaka á Kexhostel fyrir töluvöru síðan 2014 ef ég maður rétt og það er kraftur í prins Pólo þarna. En góða nótt. Dalir, góður strákur og vel uppalinn. Mikið verður gott að knúsa Kerlu, Erlu, góða Erlu sem giftist mér því kunni að skaffa sjómaður og sonur hans Haffa. Hlakka svo til að hitta börnin, Mari og Hænu, Hafþór og Örnin, vinn upp tíma, klippa smá líma, í eltingaleik fram að 8 tíma. Afi, ég þekki ekki annað, afi, var harðmenni annálað mamma, sultuslög Gunna, systir mín, Gunna, Tunna, brósi, var örugglega vængi minn frændi, rændi minn. Þekki ekki annað, afi, var harðmenni annálað mamma, sultuslög Tunna, systir mín, Gunna, Tunna, brósi, var örugglega vængi minn frændi, rændi mig æskunni. Þegar heim er komið, býður mér flaskan og á tröppunum stendur færða taskan, Erla góð að fá mig vini á hæsbak, síðasti túran kyrðum þverbak. Nóði bara standa upp aftur, þetta veit hver heilvitar aftur, batnandi mönnum er best að lifa, eini geta bara éti hundaskít og slefa. Afi, ég þekki ekki annað, afi, var harðmenni annálað mamma, sultuslög Gunna, systir mín, Gunna, Tunna, brósi, var örugglega vængi minn frændi, rændi mig æskunni. Ég þekki ekki annað, afi, var harðmenni annálað mamma, sultuslög Gunna, systir mín, Gunna, Tunna, brósi, var örugglega vængi minn frændi, rændi mig æskunni.
Verið góður hvort annað. Be nice to each other. Thank you so much. Takk fyrir.